Komið sæl, gestur í landsbyggðum að þessu sinni Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík, vertu velkominn. Takk fyrir. Bolungarvík, íbúafjöldin, þið eruð, bara svona rétt við 1000, það er að slá í 1000. íbúan. Já, við erum mjög bjartsýn á það að við náum að koma okkur upp yfir 1000, það er alltaf stór skref þegar það gerist. Íbúum hefur verið að fjölga nokkuð á undanfarnum árum eða hvað? Já, svona síðustu 2 árum hefur þessi þróun snúist við og okkur fara að fjölga aftur. Það er náttúrulega fækkaði talsvert á svona síðustu 2 áratugum eins og alls staðar rauninni á Vesturinn og þessi þróun er að snúast við. Hver er svona höfuðskýringin í þínum huga að þetta sé að snúast við? Það er margar ástæður fyrir því. Ég held að stóra ástæðan sé að byggðaþróun bara, ég held víða á landinu, og þetta er ekkert endilega einskorað við Bolungarvík, að staðan á húsnæðismarkaði á höfuðborgarsvæðinu er bara þannig að það er verið að ýta fólki, sérstaklega ungu fólki, út úr Reykjavík og út á land. Og ég held bara að þegar fólk, sérstaklega ungt fjölskyldufólk, sér bara sína stöðu, sér sína framtíð, það geti selt íbúðina sína, 3-4 herbergja íbúð í Reykjavík, keypt sér stærra hús á landsbyggðinni, fengið þau gæði sem að fylgja því að búa á stað eins og í Bolungarvík, þá sjáðu það bara tækifærin í því og bara einfaldlega flytji. Og þegar að drifkrafturinn er hjá fólkinu sjálfu, þá er ótrúlegt hvað fólk getur búið sér til af tækifærum, flutt með sér vinnuna, búið til sín eigin atvinnutækifæri og þróa sitt eigið líf á stöðum eins og Bolungarvík. Er það þannig að það er alltaf reglulega hringt á bæjarkontórin og verið að spurja út í þessa hluti? Já, það er náttúrulega aðalega, fólk er að velta fyrir sér húsnæði. Nú er bara staðan orðið þannig að það sem hamlar rauninni vextinum er skortur á húsnæði og það er nánast ekki til sölu, það er þau hús og það er íbúðir sem að koma á sölu, það er selja strax og það er rauninni það sem að kannski stendur okkur fyrir dyrum að stækka og þróa samfélagið, það er að fjölga íbúðum. Stundum tala byggingakrana vísitölu. Já, ég held að fyrsta tækifærið er að gera íbúður úr þeim fermetrum sem að fyrir eru og við erum í, hvað maður að segja, heppin. Það er kannski ekki sögulega ástandi, hægt að segja heppin það sem mikið að tómum fermetrum, en þeir eru vissulega til staðar í Bolungarvík og núna er það bara ferli byrjað. Nú hefur verið að framkvæma, það koma 6 nýjar íbúðir í haust á markaðinn sem að voru áður tómt skrifstofuhúsnæði og þessi þróun muni eiga sér stað áfram á næstu árum og svo vonandi leiðir til þess að menn fara að byggja nýjar íbúðir og ný hús. Uppbyggingin í Bolungarvík, hún hefur tekið talsverðum breytingum eða ekki, sjávarútvegur, hann er ekki eins stómiðandi eins og var. Já, það sem kannski hefur gerst er að sjávarútvegurinn hefur ekki gefið eftir. Það er ennþá sterkur sjávarútvegur í Bolungarvík. Það eru sterkar útgerðir, það er aukin afli, það eru aukin umsvif í tonnumtalið. En vissulega hefur störfum almennt séð í sjávarútvegi fækkar kannski per unnin tonn. Þannig að sjávarútvegurinn er kannski stað í stað atvinnulega séð þótt að tonnunum hefur fjölgað. En síðan hafa komið önnur tækifæri. Við erum með mjólkurvinnsluna Örnu sem er glæsilegt fyrirtæki í Bolungarvík sem hefur staðið sig mjög vel í að byggja upp sína starfsemi í Bolungarvík. Og svo bara hafa þessi litlu tækifæri líka sem að skipta svo miklu máli. Að það sé endurskoðunarfyrirtæki að starfrækja sig í Bolungarvík þótt að allir kúnnarnir séu í Reykjavík. Þetta skiptir gríðarlega máli líka. Þannig að ég til dæmis fjarvinnslu störf eins og þú nefnir þarna með endurskoðunarskrifstofu að sérðu möguleika á þessu sviði í framtíðinni? Já, klárlega. Ég held að stóra breytingin er að þegar að fólkið keyrir þetta áfram sjálft, að þá er einhvern veginn þannig að fólk finnur lausnina, fólk finnur leiðirnar.
hin leiðin við því að ákveða ofan að það eigi að flytja eitthvað út á land, að það einhvern veginn þannig að fólk fylgir því ekki eins vel og það verður einhvern veginn svona þrengra og þyngra að koma því á stað. Þessi kraftur núna fyrst og fremst svona grassróta kraftur, þetta kemur frá fólkinu og það bara finnur leiðina, finnur sér skrifstofuna, finnur sér hvernig á að gera þetta og býr tækifærin til sjálf. En sveitafélagið sem að á þá að sjá að ýmsir innviðir séu til staðar, hvernig sveitafélagið í stakk búið til þess að viðhalda öllu þessu og byggja upp til framtíðar? Þetta fjárhagslega sterkt sveitafélag? Já, fjárhagurinn hefur batnað mjög mikið undanfarin ár frá hruni. Það engin launung á því að Bolungarvík var ekki í góðri fjárhagslegri stöðu á árunum eftir hrun. Eftirlitsnefnd með fjármálasveitafélaga kom inn í reksturinn þarna tíma en þeir sem að stjórnuðu á undan mér áður en ég kom, þeir lögðu gríðarlega hart að sér, Bolvíkingar allir, starfsmenn sveitafélagsins, kjörnir fulltrúar lögðu mjög hart að sér að snúa þessari þróun við og reksturinn hefur haldið áfram að batna, reksturinn síðastliðin 2 ár síðan ég tók við hefur verið góður, skuldirnir hafa lækkað, afkoma frá rekstri að batna, þannig að við höfum verið að byggja upp fjárhag sveitafélagsins til þess einmitt að geta byggt upp þessa innviði og það ferlir í rauninni hafið, við erum að stækka leikskólan, við höfum verið að huga að gatnakerfinu, styðja við þær svona lykilstofnanir í samfélaginu sem að það þarf til þess að byggja upp. Hvernig bæjarmála pólitíkin í Bolungarvík? Eru bæjarfulltrúar, eru þeir samstíga? Já, ég myndi segja það. Ég hef ekki orðið var við svona djúpan ágreiningi hjá kjörnum fulltrúum. Það ekkert endilega alltaf allir sammála, en það væri það nú kannski ekkert kjörstaða ef allir væri sammála allt, en fólk leysir málin og það eru góð samskipti sem ég held að sé skipti öllu máli. Fólk tala saman, fólk nálgast viðfangsefnin með held ég sama hugarfæri. Hvað best fyrir Bolungarvík, hvað best fyrir Vestfirði, hvað best fyrir svæðið, samfélagið. Það það sem að... Svona í aðdraganda sveitarstjórnarkosningar núna og jafnvel áður þá tala framboðin mikið íbúa lýðræði og allt þetta að íbúarnir þeir taki virkari þátti í rekstrinum og komi að stefnumótun jafnvel. Hvernig þetta í Bolungarvík? Já, sú þróun vissilega eiga sér stað í Bolungarvík eins og víðast hvar annar staðar og kjörnir fulltrúar og bara samfélagið allt hefur bara áhuga á því að íbúarnir komi meira að ákvarðanatöku. Við höfum verið að bæta upplýsingastreymi með því að til dæmis að opna bókhaldið. Við höfum verið að fjölga mikið íbúafundum og opnu fundum fyrir svona hagsmunaaðila. Fundi með útgerðaraðilum, fundi með ferðaþjónustu, fundi með íþróttahreyfingunni og svo framvegis. Það eru opni fundir þar sem hefur bara fjallað málefni þeirra einstakra hagsmunahópa hverju sinni. Mér telst til að síðan ég byrjaði fyrir svona rétt rúmum 2 árum eru búið að halda svona milli 20 og 25 svona opna fundi sem að náttúrulega misjafnlega vel sóttir en gengi vel. Fólk hefur komið, sagt sína skoðun. Þannig að ég held að þetta sé svona eitthvað sem að gerist ekki í nóttu. Það að íbúarnir áttu sig á því hvaða áhrif þeir hafa og geta haft í rekstri bæjarins eða í samfélaginu. Það þarf svona að fara svona rólega af stað og fólk þarf að átta sig á því hvað það getur gert og hvernig á að koma sér að í þessum verkefnum og ég held að þetta smá saman muni þetta íbúa lýðræði alltaf batna og íbúarnir vera flinkari, við verum flinkari, kjörnir fulltrúar vera flinkari í því að eiga samskipti við samfélagið og ég held að þetta sé bara af henni góða og þetta er framtíðin. Þegar ég var að undirbúa viðtalið þá rakst ég á þarna betri Bolungarvík. Já, einmitt.
betri Bolungarvíkurverkefni sem að fór á stað núna á þessu ári, þar sem að íbúarnir fengu tækifæri til að koma með hugmyndir að framkvæmdum. Svona minni háttar framkvæmdum sem að íbúarnir myndu vilja sjá og hérna nú að fara af stað íbúakosning þessi verkefni, mörg skemmtileg verkefni sem að vera áhugavert að sjá hvað íbúarnir munu velja. Já, það þannig að það fer fram íbúakosning einstaka verkefni. Já, það svona reyndar, svo ég hörfu nú aftur í embættismannin, þá má vist ekki kalla þetta kosningu, heldur skoðanakönnun sem að kjörnu fulltrúar þurfa vist að eiga þann kaleik að bera ábyrgð á niðurstöðunni, en vissulega erum við að spyrja íbúana hvaða verkefni þeir vilja sjá og hvaða svona stefnu þeir vilja að við tökum í þessum málum. En svona núna þegar farið líða á haustið, þá eru sveitarstjórnar menn þeir eru farnir að undirbúa fjárhagsáætlun. Hver verða svona ykkar stærstu verkefni á næsta ári og næstu árum? Hvað svona fyrirferðar mest? Já, sko undanfarin kannski 10 ár, allt frá hruni, hefur verið mikið átak í því að snúa við fjárhag sveitarfélagsins og byggja upp fjárhagslegan styrk til þess að sé hægt að fara í framkvæmdir í innviðum. Þannig að núna svona verið að skipuleggja, við fyrir 2 árum settum við upp svona 5 ára áætlun sem við höfum verið að vinna eftir og endurnýja hana á hverju ári. Þannig að við erum að reyna að horfa svolítið langt fram í tíman í þeim stóru verkefnum sem við þurfum að fara í. Við þurfum að bæta aðstöðu í svona þessum grunnþáttum sem leikskóli, grunnskóli, íþróttastarfsemin, sundlaugin í Bolungarvík mikill miðpunktur í samfélaginu. Við þurfum að hlúa að þessum innviðum og ég held að það sé grunnurinn í því að laða að sér ungt fólk. Það að þessi hlutir þurfa að vera í lagi. Og þá ég ekki endilega bara að tala steypuna. Vissulega þarf hún að vera til staðar. En það svo stundum að sagt að hvort sem við að tala grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla, hvað það að skóli ekki hús, heldur fólk og við þurfum líka að hlúa að því. Við þurfum að byggja upp innviðina í okkar skólakerfi þannig að við séum með kerfi sem að heldur utan börnin okkar, heldur utan fólkið og skilar að foreldrarnir trúi því að í Bolungarvík geti skilað börnunum þeirra á sem bestan hátt út í lífið. Hvernig til dæmis staðan á leikskólanum á hvaða aldrið takiði börnin fyrst? Við höfum verið svona að miða við þetta fæðingarorlof sem í dag 9 mánuðir. Ég held eins og að framtíðin, og ekki bara í Bolungarvík, ég hef bara trúið því að það sé framtíðin á Íslandi að ríki og sveitarfélög nái saman í þessum málum, að það séu ríki geti borga 12 mánuði í fæðingarorlof og við tökum sem við á því. Í dag þetta í rauninni þetta, þegar við segjum 9 mánuðir, þá rauninni einhvers konar dagmömmukerfi sem þarna á milli og kannski þetta 18, 16, 18, það misjafnt eftir bara hvernig stendur á í leikskólanum hverju sinni. Ég held að þetta dagmömmukerfi sé ekki framtíðin. Þetta held að mínum mati gjaldþrota kerfi. En í grunnskólanum, hvernig gengur ykkur að fá menntað starfsfólk og svo framvegis? Það gengur bara ljómandi vel. Gengur vel að fá starfsfólk í grunnskólan. Við erum með vel mannað bara fólk í öllu þessu kerfi, skólakerfin okkar, hvort sem að ræða grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla. Ég held að samt að innra starfið sem að þarf að eiga sér stað þar, það bara svona verkefni þar sem að þú getur aldrei hætt að hlaupa, Ef að þú hættir að hlaupa þá alltaf einhver sem tekur fram úr þér, Þannig að við þurfum alltaf að gera betur og það alltaf krefjandi verkefni á hverju einasta ári, hverjum einasta mánuði. Það mikið talað núna þessi misserin að einmitt að efla innra starfið í grunnskólanum, gera kennurum svona betur fært að sinna sínu starfi. Það eru kjarasamningar í farvatninu og allt það. Telurðu
þetta leysist, kennarar þeir eru ekkert svona neitt of sælir með sitt starf og sín laun. Nei, því miður hefur verið svona mikið svona óró í kennarastéttinni hvað varðar launamálin. Bara svona almennt séð. Ekki bara í Bolungarvík heldur bara. Nei, ég segi bara almennt séð, ég ætla nú ekki að tala kannski beint kennara í Bolungarvík í þessu varðar. Og auðvitað það óheppilegt að það sé heil stétt sem er svona óróleg með sína stöðu sem lýsir sér í sko að það eru stutt í samningar og stutt á milli samningalota auðvitað væri langbest að geta bara afgreitt þetta og fara að snúa sér að innra starfinu sem er mikilvægt en þetta er klárlega einn af hornsteinum samfélagsins eins og í Bolungarvík og eins og allstaðar ég held að við erum foreldrar, ég er foreldri maður finnur þetta bara hjá sjálfu sér maður verður að hafa traust á skólakjörinu hluta því að búa á litlum staðum sem Bolungarvík er að þú horfir til skólans hvað hann er að fara að gera fyrir börniðin og þar að leiðandi fyrir sjálfa þig þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þetta skiptir okkur máli og mig sem bæjarstjóra er þetta mikilvægt og svo bara fyrir alla sko ég held að það er einhvern veginn ekki að það þarf svo sem ekki að ræða það bara almennt hversu miklu máli þetta skiptir þetta sambland þessa kerfis auðvitað líka má ekki glemma því að leikskóli er fyrsta skólastigið að þetta þarf að tala saman þetta kerfi allt saman og við þurfum að styðja við þetta við þurfum að skapa þér aðstæðan auðvitað þarf steypan og innviðirnar að vera til staðar en það má heldur ekki gleyma innra starfinu. Tölum þessu næst svolítið betur atvinnumálin. Í Bolungarvíkur göngin þau hafa náttúrulega gjörbreytt ýmsu eða ekki? Jú, bara algjör forsenda þess sem við erum að byggja upp í dag. Þetta hefði verið mjög erfitt án þess að fá göngin. Það vita og skilja það allir sem að sé það hversu miklu máli þau skipta. Hvað með nýsköpun? Eru frumkvöðlar öðru hvoru að svona banka upp á hjá þér og vilja ræða málin? Já, við erum með svolítið svona sjávartengdri nýsköpun þótt að vissulega megi segja að stuðningur við nýsköpun mætti vera markvissari bara almennt séð. Nú hef ég ákveðin bakgrunn í þessum nýsköpun, ég hef verið frumkvöðl sjálfur ég hef aðstofað mjög mikið af frumkvöðlum ég hef talað mikið af frumkvöðlum í mínu starfi sem bæjarstjóri og það eru gríðarleg tækifæri í frumkvöðla starfsemi og ég myndi kannski vilja víkka þetta orð, þetta hugtak frumkvöðl, þetta er svolítið kannski skapandi hugsun sko hönnun, bara horfa á núverandi starfsemi, núverandi atvinnubyggingu. Við þurfum bara skapandi fólk til að horfa á þetta öðrum augum til þess að búa til meiri verðmæti í Bolungarvík og á Íslandi. Og það þarf ekkert endilega að vera sko, einhver sem finnur upp iPhone-in aftur. Sko. Þegar fólk svolítið fókusar á þann hluta frumkvæðla starfsemi. En sjáðu bara Örnu. Arna er dæmi fyrirtæki sem er frumkvöðla starfsemi. Þeir eru algjöru brautiröndur í þessum bransa á Íslandi. Þegar ég kem og byrja sem bæjarstjóri þá voru 5 manns að vinna í Örnu. Í dag eru þau 20. Þetta er ótrúlegt afrek fyrir Bolungarvík. Skiptir gríðarlega miklu máli og er fyrirtæki sem fólk ætti að horfa til. Sko. Hvernig er hægt? Þetta er hægt með þrautseigju og elju og skapandi hugsun sko. En þessir sjóðir sem hafa verið settir á laggirnar sem að tengjast í að byggða áætlun eða samspili ríkis og sveitafélaga, uppbyggingarsjóðir, sóknaráætlun Vestfjarða, er þetta að hjálpa? Þessi tæki? Já, þetta hjálpar allt sko. En það sem er erfitt í þessum bransa er að það er erfitt fyrir frumkvæðla að horfa langt fram í tímann. Því að þessi sjóðir eru yfirleitt til 1 árs og frumkvæðla starfsemi, skapandi hugsun, búa eitthvað, koma eitthvað á stað, þetta tekur aldrei 1 ár. Arna er 5 ára gamalt fyrirtæki til dæmis. Þetta er bara basl fyrstu árin, sko. Endalaust basl. Þannig að það sem að væri æskilegt að það væri kerfi sem að
horfði lengra fram í tíman í að styðja við frumkvöðla. Bolvíkingar, þeir eins og flestir aðrir hérna fyrir vestan horfa mjög til fiskeldis. Já, fiskeldi hefur mjög fyrirfara mikið í umræðinu í Bolungarvík og á Vestfjörðum, bara almennt séð. Þetta risastórt mál fyrir okkur. Það liggur fyrir með að við þær skýrslur sem við höfum undir höndunum frá þeim ráðgjafa fyrirtækjum sem sveitarfélögin hafa ráðfært sig við. Þá þetta mörg hundruð störf, 300-400 störf. Þetta eru kannski 1000 íbúar sem eru bara við Ísafjarðardjúp. Þannig að hagsmunir eru gríðarlegir. Hins vegar margt sem þarf að velta fyrir sér. Það margt sem þarf að skoða í þessu. Þetta atvinnuuppbygging. Þetta líka einhvað samspil við aðrar atvinnugreinar á svæðinu sem mjög mikilvægt við skoðum líka. Þetta líka umhverfismál. Ég hefur oft verið gagnrýndur af vinum mínum í Stangaveginni heimur sem ég þekki mjög vel. Ég fer sjálfur við mjög mikið, þekki mjög marga vini í Stangavegi bransanum. Ég eins og að segja þetta, ég hef ekki hitt neitt, hvort sem hann hjá fiskeldisfyrirtæki, kjörnir fulltrúar, íbúar sem hafa einhvern veginn áhuga að vera umhverfissjóðar. Vestfirðir eru ekki umhverfissjóðar. Vestfirðir hafa, og í Bolungarvík, höfum við í 1000 ár lifað af náttúrunni. Ef að við værum umhverfissjóðar, þá væri engin framtíð í Bolungarvík og það hefur engin áhuga á því. Það hefur hins vegar mikinn áhuga á því að byggja upp á náttúrunni í samvinnu við náttúruna. Það sem hefur reynst okkur alveg ótrúlega erfitt og alveg ótrúlega pirrandi í þessu að það hefur aldrei einhvern veginn verið hægt að gefa út þessa framtíðarsýn. Ég talaði áðan frumkvöðlana og horfa langt fram í tíman. Þegar átt að byggja upp svona stóran atvinnu, svona stóran iðnan eins og fiskeldi, þá verður að geta hort langt fram í tíman. Hins vegar höfum við ítrekað lent í því að hvort sem það eru stofnanir eða ráðuneyti, hver sem það sem þarf að klára þessa stefnumótun, þessa uppbyggingu, það alltaf verið að taka einhver ákvarðanir 1 ár í senn, svo þegar ári líður að þá einhverja hluta vegna aldrei hægt að gefa út einhverja línu. Það aldrei hægt að gefa út einhverja tímalínu, við ætlum að byrja hérna og við ætlum að enda hérna, þótt að endamarki sé eftir 10 ár. Eða að við ætlum að gefa eitthvað svar og svarið kemur eftir 2 ár. Að mínu viti finnst mér ekkert mál að okkur væri sagt, við ætlum að gera það rannsóknir sem þarf að gera til þess að við séum öruggir að fiskeldi geti fara á stað í sátt við náttúruna án þess að við eyðileggjum villta laxastofna, án þess að við eyðileggjum botnin í djúpinu, án þess að við eyðileggjum uppvaxtarsæði fyrir þorskseiði í Ísafjarðardjúpi. Það tekur okkur 2 ár að rannsaka þetta, svo getum við séð hvernig við ætlum að byggja þetta upp. Einhverju hluta vegna fer þetta ekki á stað og svo bara líða árin. Og ég bara skil ekki hvernig menn geta sett upp þetta kerfi, því að það algjörlega að vita hvaða hagsmunir í húfi og hagsmunir það miklir að við öll sem komum á þessu máli berum bara ábyrgð á því að kortleggja framtíðina og sjá langt fram í tíman. Ertu þarna að tala Hafró og hún dragi lappirnar? Ekkert endilega Hafró alveg sína sök í þessu máli. Það eiga allir sök í þessu máli. Einhverju hluta vegna, og þetta bara eins og með lífið, þetta bara flókið, það aldrei eitthvað eitt sem að það var þægilegt fyrir mig að segja núna já, þetta bara Hafró að kenna af því akkurat núna stendur á okkur áhættumati sem Hafró þarf að gera út. Það var þægilegt að gera það. Hafró alveg sína sök í málinu. Ég alveg viss það að innst inni vita þeir upp á sér sökinu. En það eru allar þessar stofnanir sem koma að þessu máli. Það bara ábyrgðar hluti að við getum ekki koma okkur saman sterka framtíðarsýn til að byggja upp þennan iðnað, þannig að við getum bara sagt þetta það sem við þurfum að vita til að geta tekið ákvörðun hvort og hvernig við förum á stað. Hérna ætlum við að fara á stað og svona ætlum við að byggja þetta upp næstu 10 árin. Það enginn að tala að við þurfum að vita þetta núna strax í dag og við þurfum 30.000 tonna fiskeldi og 400 störf strax á næsta ári. Það enginn að biðja það. Það hins vegar það sem fólk að biðja hvenar þetta fara að gerast og hvað þurfum við að gera til þess að vita svarið.
og ég bara skil ekki að það eru 8 ár síðan að fyrsta fiskeldisleifið var lagt inn í Ísafjarðardjúpi og það er nánast ekkert gerst síðan. En ég bara gerir ráð fyrir því að þú sem bæjarstjóri og sveitarstjórnin, þið eru búin að fara á ótalferðir suður, eiga samtöl við hina og þessa. Ég bara ykkar alþingismenn, hvað segja þeir? Já, það allir sammála. En? Ég upplifa þetta stundum eins og ég sé á fundi þar sem að tala um vonda vegi á Vestfjörðum. Og ég nota þetta hræðilega vondu villingu sem að ég veit að margir vinir mínir á Vestfjörðum kannski ekki sammála. En það búið að halda marga tugi af fundum fiskeldi. Það búið að halda mörg þúsund fundu vonda vegi á Vestfjörðum. Og þeir eru mjög oft á þennan veg. Að einhver kemur og segir það rosalega vondi vegur á Vestfjörðum. Og þá kemur næstu og segir það eru rosalega vondi vegur á Vestfjörðum. Sjáu þennan veg hérna, hann rosalega vondur. Og stofnanir, alþingismenn, hverju þeir eru, þeir koma á móti og segja, já, ég rosalega sammálaður. Það rosalega vondi vegur á Vestfjörðum. Þetta alveg svakalegt. Svona gengur fundurinn. Fundurinn búinn. Öllum líður ekkert sérstaklega vel að hafa komið auga á vandamálið og talað þetta og rætt málin. En það gerist ekki neitt. Og sama vegagerð á Vestfjörðum. Það var áratugirnir líða. Og ennþá eru vondið fyrir á Vestfjörðum. Og ennþá eru að halda sömu fundina. En samt sem áður þá fjölgar nú íbúum í Bolungarvík. Já, sem betur fer. Og það náttúrulega kannski út af því að þrátt fyrir allt þetta basl sem við erum að tala. Og þrátt fyrir maður hitni í hamsi yfir því að maður sé ekki sáttu við hvaða meðferð við hljótum í hinum að þessum stofnunum eða bara almennt í kerfinu. Þá hefur okkur inn á við tekist að búa til gott samfélag. Fólki líður vel í Bolungarvík, við bjóðum upp á góða þjónustu og þegar að fólk eins og í dag hefur tækifæri til þess að selja íbúðuna sín í Reykjavík, kaupa stærra húsnæði í Bolungarvík á jafnvel talsvert lægra verði, fá eitthvað peningarna á milli og hefur tækifæri að upplifa það samfélag og líf sem í Bolungarvík og fólk bara sér sína framtíð. Fólk sér bara betri tækifæri fyrir sjálfan sig og fyrir börnin sín í Bolungarvík heldur en lífið þess að það lifir í dag. Og það bara góð tilfinning að vita því. Ef við ekki sláði í föstu að á næsta ári þá verði haldin hátíð einhver í Bolungarvík með 1000 íbúðum? Já, við skulum vona það. Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík. Þakka þér fyrir spjallið og gangið vel. Takk fyrir.